Það fyrir María. Já, góðir þinggestir. Ég ætla að segja ykkur hérna frá þessum rannsóknum okkar. Nú, ég fer hér fljótt yfir sögu, þá eins og við vitum þá Alaska-lúpínan komin hingað frá strandsvæðum Alaska, þar sem að loftslag líkt því sem hér heldur hlýrra og úrkomusamara þó. Hún var flutt til landsins af Skógrækt ríkisins 46, Hákon Bjarnason, reyndar var hún aðeins til hér áður úr tilraunum, görðum, en svona markvissa ræktun á Alaska-lúpínu og dreifing hófst eftir þetta, eftir sem sagt seinna stríð. Nú henni var mikið dreift og notuð á landgræðslunni eftir 1990. Landgræðslan var með stórræktun og fræi og sáði henni á sín svæði fram á síðustu ár, en eftir því sem að ég veit best, þá hafa þeir hætt að nota hana sama mæl og verið og var. Nú, lúpínan finnst orðið á láglendi allt land og sumstaðar inn til heiða og hún hefur dreift sér þannig að lítið verður við ráðið. Þetta kannski fyrsta plöntutegundin sem að svona dreifir sér þannig að við fáum allt rönd við reist. Nú þá hafa reisið deilur ágæti lúpínuna sem að þið þekki nú og hún hefur mikið verið rannsökuð hér á landi og þetta rannsóknarverkefni okkar, það eitt af þessum verkefnum, eða ein af þessum rannsóknum sem við förum hér aðeins yfir í dag, sem snýst sem sagt framvindu gróðurs og jarðvegs á lúpínusvæðum. Og við hófum þessa rannsókn í 1998, þá starfaði ég, Sigurðar H. Magnússon og Bjarni Diðrik Sigurðsson. Þá störfuðum við á þessum árum allir á rannsóknarstofnun landbúnaðarins og það gaman að sjá að hér eru tvær gamlar kempur af Rala, fyrrverandi forstjóri okkar, hann Björn Sigurbjörnsson og Yngvi Þorsteinsson sem þeir þekkir vel líka hans verkum og þeir auðvitað þekkjast af sínum verkum. En við sem sagt vorum þarna, eða gáum út skýrslu upp úr síðust aldamótum og síðan núna ég og Sigurður komnir hingað á Náttúrufræðistofnun, Bjarni á Landbúnaðarháskólanum og við fórum aftur á stað núna fyrir nokkrum árum og endurtókum rannsóknir okkar. En þær fólust í því að við rannsökuðum þarna á þessu árabil 88 til 93 svæði þar sem að lúpínan hafði vaxið áratuga skeið og dreift sér. Flest voru þetta voru skógræktarsvæði mikið eða friðuð svæði í eigu bænda og þau voru hérna frá Heiðmörk og austur í Kvískerð á Suðurlandi og frá Varmahlíð í Skagafirði og austur á Ásand. Það var nokkur svæði í Suður-Þingeyjarsýslu. Þetta voru 15 svæði sem við bárum niður í þessum fyrri rannsóknum og spurningarna sem við vildum fá svör við, þetta var á þann tíma þegar landgræðsla var að auka mjög notkun á lúpínu og fólk taldi mikilvægt að fá svör við því vita meira lúpínu, hvað gerðist það sem að hún sett í land. Og spurningarna voru semst einhver þessar, í hvers konar landi breiðist lúpína út, fer hún inn á gróið land og hvernig þróast gróður þar sem hún vex lengi. Og mikilvæg spurning var, hörfar hún með tímanum eða viðhelst hún úr landi? Þessu var talsvert haldið fram að lúpínan myndi hörfa þegar hún væri búin það væri komin annað gróður í landi og síðan var þetta hver áhrif hefur lúpín á jarðveg, hvernig byggist jarðvegur upp. Nú aðstæður á þessum rannsóknarsvæðum okkar, þau voru mjög breytilegar. Þetta var allt frá því að vera lítgrónir melar og áraurar, nánast engum gróðri, þess að áraurar uppblásið land, skriður, moslendi og upp í það að vera alveg gróið land eins og lyngmóar á Norðausturlandi með gömlum skógarjarðvegi eða moldarjarðvegi undir. Nú, eitt sem mikilvægt að hafa í huga það það að úrkoma miklu meiri hér sunnanlands heldur en fyrir norðan. Það mikil munur á þessum svæðum og við komum á því og eftir.
Og þetta ræður miklu vaxtarskilyrði fyrir lúpínuna. Nú, hvernig fórum við að? Við fórum á þessi svæði, vorum út með loftmyndir, töluðum við kunnuga menn og við reyndum að finna elsta hluta lúpínubreiðuna þar sem hún hafði byrjað, lögðum snið frá þeim stað og út fyrir breiðurnar og eins konar viðmiðunarland sem lúpínan var að sækja út á. Síðan lögðum við sem sagt reiti frá viðmiðunarlandinu rétt inn fyrir jaðar breiðurnar þar sem hún var ung og inn í miðjuna og fengum þannig tímaröð viðmiðunarland og tímaþróun. Og aðferðir við þessa mælinga var sem sagt sú að við lögðum þessar línu og reiti inn eftir breiðunum og bárum svo saman gróðurfarið og jarðveginn misgammalli lúpínu. Þetta er svona dæmigerður rannsóknarreitur, þetta er frá Múlakoti í seinni mælingum. Þetta var viðmiðunarlandið í fyrra skipti, engin lúpína. Nú, í hverjum reit þar lögðum við út 6 ramma, 50 x 50 cm, mátum þekju lúpínunar og síðan allra annara tegunda sem voru í þessum römmum og nokkura mosategund og mátum þekju, við skráðum ógróið yfirborð, mosar og fléttur. Síðan var reiknað út úr þessu meðaltöl fyrir hvern reit. Nú við tókum jarðvegssýni, 4 jarðvegssýni í hverjum reit úr eftir 10 cm, slóum því saman í eitt sýni og greindum í þessu sýrusti, kolefni og köfnunarefni. Nú við fórum aftur af stað, núna fyrir nokkrum árum, endurmældum 14 af þessum svæðum með sama hættu áður, en bættum einu nýju við. Vestur í Öræfum, það kom til af því að það var búið að eyða lúpínu þar sem það hefði verið á Kvískerjum og Svínafelli. Þannig við bættum við nýju svæði til að eiga til framtíðar. Þegar við erum ungir menn allir saman, hvergi hætti. Nú, við töldum að með því að endurmæla þá myndum við fá betri upplýsingar en við höfðum hvaða breytingar hafði orðið á þessum 20 árum, þannig að framvindan á þessum svæðum var í lengra gengin og við gætum fengið betri vitneskju en áður hvað hafði gerst. Og svona í einföldu máli þá eru þetta 2 gagnasöfn eiginlega, eða 2 konar upplýsingar sem við söfnum. Það er annars vegar gróðurinn, gróðurfarið í reitunum, hvaða tegundir eru þar og í hvaða magni í fyrra og seinni mælingu og eins jarðvegsþættir eins og sýrustig og kolefni, köfnunarefni og einnig áætlaðan aldur lúpínunar. Við áætlaðum hvað lúpínan var gömul, þannig að við höfðum þessa þætti til að skoða. Nú úrvinnslu aðferð og niðurstöður svona í kjarnin í því að við var sá að við notuðum það sem kallaði fjölbreytu greining, flokkun og hnitun og bárum saman sem sagt reiti frá sama stað kringu 1990 og síðan eftir 2011. Hafði eitthvað gerst? Voru þeir ennþá á sama róli og þeir höfðu verið? Hér sjáum við mjög einfalda mynd af svokallari. Er ég ekki í fókus? Nú verða aðrir að ráða fram úr því. En það eru kannski svolítið óskýra suma myndirnar hjá mér. Það kann vel að vera. Það hlustiði bara þeim betur á mig. Þið þurfum ekki að vera að horfa á þetta. En þetta voru þá 4 meginflokkar sem við fengum þarna af þessum gróðri, þessum reitum. Það voru í fyrsta lagi, það voru þessi samanburðarsvæði eða kontrollsvæði fyrir utan lúpínubrauðina sem voru melar, nú upp í það að vera mosaþembur, þetta hálfgróna land með ungri lúpínu og síðan voru þessi reitir þar sem að lúpínan hafði vaxið lengi, annars vegar það sem myndast hafði graslendi undir lúpínunni og hins vegar land sem var ríkt af eldingu og við skoðum það betur. Nú þetta þá svokölluð hnitun sem að við beittum líka og þarna eru allir reitirnir okkar í einni mynd
og við skoðum þá í svona tvívíðu rúmi sem dregur fram megin breytileikan í gróðrinum. Ef reitir eru nálægt hver öðrum þá eru þeir mjög líkir að gróðri, en ef þeir eru langt hver frá öðrum þá eru þeir ólíkir. Og við getum síðan skoðað ýmsa þætti hvernig þeir spila saman við þetta, og við byrjum á að skoða lúpínuna. Þá sjáum við að hún eykst hingað til hægri, mín átt, og þannig að það er meira af lúpínu og reitin eru eldri eftir því sem hann fer hér út eftir þessum fyrsta ási og þekja lúpínunar eykst. En ef við farum í hin áttina þá er það lítil lúpína og ungir reitir og viðmiðunar reitir. Nú ef við höldum aðeins áfram og bætum við, þá er hérna að sjáum við hvernig kolefni, jarðvegi og köfnunarefni, það leggst í sömu ætt og lúpínu þekjan og aldurinn á lúpínunni. Það byggist upp, þessi efni aukast, ógróið yfirborð það stefnir í hin áttina sem svo bersvæðin. Þannig að þetta sýnir að landið er að lokast þegar að lúpínan eykst auðvitað. Síðan höfum við þarna úrkomu og hita, hún leggst hins vegar í svipaða stefnu annar ási. Fjöldi tegunda í þessu landi, hann er mest meiri á þessu viðmiðunarlandi og það sem lúpínan er ung, en við erum með grósku meira og tegundafærra samfélag með vaxandi aldri lúpínunar. Skoðum fleira, þá sjáum við hér að þegar við förum hérna niður á myndinni, þá aukast grös og mosar eiginlega í sömu átt og úrkomu og hiti. Það segir okkur þetta hlýtur að vera eitthvað sem er að gerast sunnanlands þar sem er hlýr og úrkomu samara. Í hin áttina þá eykst elding, smárunnar og smárunnar þeir aukast til vinstri, það er að segja þeir hverfa úr landi og líntegundar og smárunnar þetta hverfur úr landi þegar lúpínan breiðist yfir. En tvíkímblaða jurtir aftur þar aukast með lúpínu. Þannig að þessi fyrri ás hérna, megin ási sem sýnir breytileikan, hann sýnir það að það er lúpínan eða lúpínualdur lúpínunar sem að ræður, sem er ráðandi þáttur þessa gróðurbreytingar. Og getum kallað það lúpínu ás, en hinn ásinn hann tengist meira veðurfarsþáttum mun í veðurfari milli landshluta. Nú við sjáum það líka, við skoðum þetta hérna flokkum reitina, þá eru þessi suðurlandsreitir frá sunnanverðurlandinu, þeir hafa tilhneiging til að vera hérna neðan til og öðrum ási en norðurlandið fyrir ofan. Og ef við skoðum þetta enn frekar og þessa flokka sem ég lýsti áðan, þá er viðmiðunarlandið þarna til vinstri, það er að segja melar og mólendi, graslendi hérna þessi grænu og eldingaland, lúpína með eldingu þarna ofan til. Og ég bregði upp hérna mynd af úr allmörgum reitum, þá sýnir þetta svona í grófum dráttum þessa breytinga frá viðmiðunarlandi, bersvæðum og mólendi yfir í graslendi, lúpínu og gras og jafnvel lúpínulaust land og það sem komið er graslendi hérna niðri, en uppi þá erum við meira af lúpínu en eldingu undir henni, lúpínan hefur ekki hörfað. Það er hér á þessu svæði hérna sem að sjáum mesta geislun í lúpínunni og það er reiti frá sunnanverðu landinu. Og ef við skoðum þetta aðeins nánar, lítum aðeins á einstök svæði og leggjum reitina frá þessum stöðum eða skoðum stöðu reitina í þessari hnitun, hvernig þeir hafa færst til. Þá sjáum við að reitir frá sunnanverðu landinu, þetta eru viðmiðunarreitir, hérna reitur sem er merktur númer 1, það er á viðmiðunarlandi og þeir hafa haft flestir tilhneigingu til að færast hérna niður til hægri þegar árin líða og jafnvel hér alveg niður þá er lúpínan horfin
Þannig að það svona nokkuð þessi svipuð stefna í reitum frá sunnanverðu landinu. Á Norðurlandi hins vegar myndin önnur. Við höfum dæmi þetta sama, eða svipaða þróun. Við tökum til dæmis Ásand í Kelduhverfi. Þar kom talsvert gras í lúpínuna, þannig að þróunin í svipaða átt. Hveravellir í Reykjahverfi, þar var lúpínan annars vegar í Melkollum, sem það var ekki mjög mikil gróðurbreyting. En hins vegar núna á seinni árum þá hafa þessi reitir færst tilbaka í rýminu, sem bendir til þess að, og við sáum það að mólendistegundir voru þarna að koma inn í lúpínuna á þessum Melkollum, þannig að það að þróast tilbaka yfir í mólendi, sem alveg öfur þróun við það sem við sjáum víðast. Hér síðan lúpínan á Hveravöllum í Lyngdæld, fyrirmælingu, mjög mikil gróðurbreyting. Lyngið algjörlega horfið en tekin við að mestu leyti hrein lúpína og fleiri tegundir reyndar. Sjáum þetta sama á Húsavík í Lyngbrekku. En inn til landsins á Norðurlandi fremur litlar breytingar. Og það viljum við meina sé vegna þess hvað þar þurrt, lúpína lágvaxnar og gistnari, þannig að það fjölbreyttari gróður þar inn í breiðunum en hér sunnanlands. Og ef við drögum þetta aðeins þessar breytingar saman, þá annars vegar það sem við örvarnar sýna eiginlega breytinguna frá viðmiðunarlandinu og yfir í elstu reitina. Þá sjáum við að þessar örvar teikna sig ákveðin mynstur sem við getum séð hér. Það sem sagt þessi bláa rönd hér frá viðmiðunarsvæði og niður til hægri yfir í þetta graslendi. Við höfum fyrir norðan brúnaðurinn, það lyngbóar sem fara yfir í lúpínu og eltingu fyrir tegundir, og svo það þetta þurru melar og skriður fyrir norðan, þar sem þetta byrjar á að þróast í sömu áttina, en hefur núna á seinni árum snúið tilbaka. Vegna þess að mólendistegundir hafa þar komið inn í breiðurnar. Þannig að þetta það sama. Þannig að framvinda í lúpínubreiðum hún mjög misjöfn frá einu svæði til annars. Það sem við sjáum hér í Heiðmörkinni, það alls ekki það sama á Húsavík. Það ekki hægt að draga lærdóm af einum stað. Nú áhrif lúpínunar á tegundafjölda og fjölbreytni. Hér höfum við slegið saman öllum gögnunum, þá sjáum við að fjöldi tegunda hann vex. Svona á fyrstu árunum meðan lúpínan þá nú lokað sér alveg og fyrir að hafa mikil áhrif. En síðan þegar árin líða þá dregur úr fjölda tegunda og fjölbreytni sem tekur tillit til fjölda tegunda og jafnræðis á milli þeirra, hún eiginlega lækkar stöðugt eftir því sem að lúpínan meiri. Það fór í verra. Halló. Ég verð bara að brýna raustina. Það þarf ekki að ganga vel með því. Er þetta komið? Það eitthvað mjúkt. Þetta prófa að skipta. Nei, verið ekkert að því, verið ekki að vissinast þetta. Núna. Þarna komið það. Jæja. Eina spurningunum var það, svo hörfar lúpína með tímanum. Þarna höfum við dæmum 3 svæði, elsta frá Heiðmörk, Múlakot 55 ára lúpína, Hveravellir í Reykjahverfi, það þessi breiða þarna í lægðinni. Og þetta það sama, þetta mjög misjafnt. Ef við sláum öllum gögnunum saman, þá sjáum við að lúpínan hún eykst að þekju á fyrstu 15-20 árunum síðan fyrir að draga úr henni. Minnkar
en svona í heildina tekið þá hún ekki horfin eftir hálfa öld svona meðaltali. Skoðum svæði nánar, þá sjáum við skýrust merkjum hörmulúpínunnar hér á Suðvesturlandi í Heiðmörk, í Þjórsárdal, Haukadal. Það greinilegt að hún hefur látið undan og rýrnað mjög. Ef við förum hins vegar austur í Múlakot og Öræfi, þar var ekki komin fram á 4 til 5 áratugum greinileg merki hörfun. Og hún hefði eitthvað minnkað, þá var það ekki. Förum norður á Mela og Blásíland, þar eiginlega þetta sama. Þar voru ekki mjög skýr merki að lúpínan var í hörfun, kannski á alþurrustu svæðum þar sem hún varla fékk þrifist. Óst kannski 10-15 ár, en svona meðaltal á þessum svæðum sem við skoðum þá hafði hún ekki hörfað á þessum tíma. Sama að segja Mólendi á Norðurlandi. Við vorum í frekar ungum breiðum þar, en það voru ekki merki hörfun í seinni mælingunum. Þá skulum við spyrja okkur hvers vegna hörfar lúpínan hérna sunnanlands. Og við höfum mestar mælingar frá Heiðmörk, og hvað höfum við séð þar? Ef við skoðum lúpínuna þá sem sagt rís hún og hnígur. Það eykst mjög grasvöxtur í lúpínubreiðunum, en dregur aðeins úr honum þegar lúpínan lækkar, sennilega minni áburðar áhrifa í landinu. Mosar hins vegar mynda mjög þéttan svörð og þykkan og hvítjanglega jurtir aukast líka. Það mikið sinulag líka undir lúpínunni og við teljum að höfuð ástæða fyrir því að lúpínan hörfa sér svo að það myndast það þykkt mosateppi undir henni að hún á erfitt með að endurnýja sig af fræi í þessu lagi. Hún spírar það í svo við sjáum fræblönduna koma upp, en þeim ekki langra lífdaga við. Þetta teljum við vera höfuð ástæðuna fyrir því að lúpínan hörfar, að það tekur fyrir spírunarskilyrði. Gömlu plönturnar þær eldast og ganga úr sér og þess vegna hörfa lúpínan. Skógarkerfill, hann að breiðast ört út hér á landi, víða í þéttbýli. Við höfum séð mörg dæmi og hann sækir í frjótt land, gömul tún, deiglendi og lúpínubreiður líkar honum einkar vel. Og við mældum svæðið norðan til á Hrísey, þar sem að lúpína hafi farið yfir Mólendi og síðan tók kerfillin yfir gamla lúpínulandi. Og þetta held ég einu gróðumælingar sem hafa verið gerðar á þessu tagi í kerfilbreiðum hér á landi. Við sjáum þarna lengst til vinstri að lyngtegundirnar í móanum eins og beitilyng og krækilyng, bláberjalyng, þær hverfa mjög fljótt eftir að lúpínan lokar landinu og þær hörfa. Grös, túnvingull og bögðupuntur og þetta hvönn koma þarna inn eða aukast tíma, en á endanum þá það skógarkerfillin sem að tekur yfir og hann nánast einræður. Það vart að maður finni nokkra aðra plöntu á þessum tíma í þessum breiðum. Áhrif lúpín á jarðveg, þau komum við ekki á óvart. Hún bindur mikið köfnunarefni, sennilega yfir 60 til 80 kíló á ári, það sem best lætur á hektara. Og við sjáum að þessi binding, hún talsvert meiri sunnanlands heldur en norðanlands. Það sem sagt brattari kúrfan, sem væntanlega vegna þess að það úrkomusamar og hlýrra og betri vaxtarskilyrði fyrir lúpínuna sunnanlands en fyrir norðan. Og sama með kolefnin, þetta eiginlega sömu línurnar. Meiri kolefnisbinding í jarðvegi sunnanlands heldur en fyrir norðan, en auðvitað mikil kolefnisbinding líka norðanlands á bersvæðum, en hins vegar þegar kom í Mólendi þá sáum við ekki marktaka breytingar á kolefnisforði jarðvegi. Þannig hann ríkur af kolefni og lúpínan bætir litlu þar við.
Nú, það má geta þess að í gamalgrónu graslendi hér á landi þá kolefnisforði svona meðaltali í rannsóknum okkar liggur nálægt 6–8% og við sjáum að á 50 árum þá nær hálfri öðnar lúpínan að breyta bersvæðum í að grói land með ríkum jarðvegi sem að jafnast á við gamalgrói graslendi og þetta eru náttúrulega geysileg afköst sem við verðum að er hérna mikilvægt að vita. Á Norðurlandi þá tekur þetta lengri tíma, þetta hægar, en þetta sýnir upp hvað lúpínan er afkastamikil. Nú ef við drögum þetta saman, megindrættir í framvindu á lúpínusvæðum, þá sem sagt erum við hér með viðmiðunarland fyrir utan breiðurnar, hérna er lúpínan að taka við, yfirleitt á beitarfriðuðu landi þar sem sauðfjárbeit ekki, en hún breiðir sem sagt yfir allt frá melum og vikrum, beru landi og upp í það að fara yfir mosaþembur og mólendi. Og framvindan hún gengur í þessar áttir, hérna sunnanlands, þá fer þetta mikið yfir í grös og blómjurtir og mosa sem getur komið í veg fyrir það að við framvindu að lúpínan endurnýji sig og það myndast blómríkt graslendi. Síðan getur það gerst að kerfillinn, hann leggur þetta undir sig. Fyrir norðan, þá þessi með þurrara, þá er ekki jafn mikið grasvöxtur í breiðunum og minni mosi. Þar höfum við séð dæmi það að skógur, birki, vaxi upp í lúpínubreiðum, það var þar búið að sá sér þar fyrir þegar að lúpínan kom, en skógur er að vaxa upp. Síðan höfum við dæmi það að myndast hefur graslendi vegna þess að girðingar hafa verið teknar niður og sauðfé hefur bitið lúpínuna niður og myndast graslendi. Og eins og við dæmum það að litlar breiður hafi úðaðar og drefnar lúpínu neitt og þannig myndast graslendi. En síðan er þetta hérna þessi þurru svæði inn til landsins á Norðurlandi, melasvæði þar sem að þetta gengur ekki eins langt framvindan en fer svona tilbaka og aftur í þetta, stefnir aftur í þessa átt. Nú við erum alls ekki búin að svara öllum spurningum varðandi framvindu lúpínunar og það verður full ástæða til að fylgja þessum rannsóknum eftir til að læra meira, en hún er örugglega ekki búin að ganga í gegnum sinn feril ennþá, þannig að við sjáum fyrir endan öllum þeim breytingum sem hún veldur. Nú nokkra ályktanir, þá breyðist lúpínan yfir lítt gróið og gróiland með fremur rýru svarlagi í móunum fyrir norðan. Það er fremur lítið mosalag og graslag heldur er einkum lyngið og þannig að lúpínan á mjög auðvelt með að vaxa þar upp. Og þessar lágvaxnu og hægvaxta tegundir sem einkenna móan okkar mikið af þessum bersvæðum, þær hverfa flestar þar sem lúpínan breiðist það er hreinlega að drepast, það eru fáar sem að ná að vaxa upp með lúpínu en ykkur að koma þó inn. En framvindan hún er mjög breytileg milli svæða og ræðst af veðurþáttum, landslagi og jarðvegsgerð. Skýrustu merkin hörfun höfum við hérna á Suðvesturlandi. Nú við teljum og erum þess fullvissir að útbreiðsla lúpínu mun stóraukast á næstum áratugum, einkum á víðáttum miklu mela, sanda og mólundissvæðum. Þessi skilyrði fyrir uppvöxta fræi fyrir lúpínu eru góð og þetta er einkum vegna þess að okkur sýnist ekki verið annað fyrirsjáanlegt að það muni dragast mikið saman sauðfjárbúskapur og stór svæði muni verða fjárlaus og þar með er hliðið opnað fyrir lúpínuna og auðvitað annan gróður ýmis annar hvað tækifæri á að vaxa upp. Þetta eru mikla breytingar, þetta er öflug tegund. Og annar þáttur er það að það er hlýnandi veður á landinu sem að þannig að lúpína getur sótt harðra upp í landið. Nú skógarkerfið mun sækja inn í lúpínuland
og þetta allt hefur þetta mikil áhrif á þetta hafa mikil áhrif á gróður og dýralíf. Og þá vil ég bara að lokum þakka hérna Landgræðslu ríkisins fyrir þeirra stuðning við þessar seinni mælingar okkar fjárframlag, einkanlega Sveini Runólfssyni, fyrrverandi landgræðslustjóra sem að studdi okkur mjög og sá til þess að við fengum bensín á tankinn. Nú síðan eru það mínir ágætu samstarfsmenn og félagar til Sigurður H. Magnússon og Bjarni Diðrik sem að hafa verið með mér í þessu og átt góða stundir saman í þessum mælingum. Og síðan eru það hjálpsamir heimamenn sem eru margir, sumir þeirra eru komnir, eru rónir yfir móðuna eins og hann Hálfdán og Kvískerjum. En já, þakka ykkur fyrir. Við höfum svolítið tíma núna fyrir umræður og fyrirspurnir. Alveg viss að það eru mörg ykkar sem vilja taka til máls. Góðan daginn, takk fyrir hérna fyrirlestur. Ég var búinn að heyra margt af þessu áður 2012 held ég hjá þér, hvort þú varst ekki með sama efni þá en jú, það voru þessi gröf tengdum við þessar fyrstu niðurstöður úr þessu mælingum. Já, ég er búinn að horfa mikið lúpínu aðalega hér á Suðvesturlandi og ég sé mjög fá dæmi það að henni sé að hnífna. Ég er að skoða lúpínu á Vogastafa sem að byrja að sá í kringum 84 og ég hitti það sem byrjaði að sá það í sumar og veit þetta alveg. Þar hef ég ennþá ekki fundið neitt dæmi hnífnun eða hörfun. Ég er búinn að fara upp í Keldnaholt þar sem ég sáði sjálfu lúpínu. Þar sé ég bara hörfun þar sem að skógur hefur farin að skilja á hann alveg allar neðst. Ég labbaði hreint allar breiðuna og sá ekkert nema áframhaldandi bara útbreiðslu á blómgun. En hins vegar fór ég norður og norðausturland og því ég er einhvern veginn alveg nú fyrir alveg þessum að þar loksins sá ég svæðið þar sem að lúpína var virkilega að hörfa. Annað var Ásandur sem þú myndist á og hitt var þar dálítið norðar í Núpaðsveitinni. Og þá bara var ég svo undrandi þegar ég sá hvernig þetta gerðist og þá er ég aftur tortrygginn og eitt hann að hnífna vegna þessum að fræði geti ekki spírað. Það var alveg fullt af ungplöntum þarna en allar bæði ungu plönturnar hjá gömlu voru litu út eins og það skorti nýtur og þetta er nú undarlegt. Lúpína sem skorti nýtur. Og þetta ég er búinn að segja Ólafi hérna bakteríu og verður fræðingur frá þessu. Ég er búinn að setja hans að tilgátu. Lúpínan hana skorti nýtur. Ég er hægt að rannsaka þetta. En hvað var það? En ég bara, þetta er mín reynsla hérna af lúpínunni. Hún er sem sagt dálítið þveröfug við það sem kemur út úr þessum mælingum. En þið er náttúrulega ekki búin að fara á marga staði. Þeir eru það fáir þessi staðir. Það getur veruleg tilvíður á því að þessi samanburður ykkar milli Norður og Suðurlands kemur svona út eins og hann gerir. Takk. Já, það kann vel að vera en ég hef nú samt trú á að við höfum svona eitthvað að segja í svona megin myndina. En ég myndi ráðleggja þér Þorvaldur að fara þarna norður og pröfa vökva. Þessa svæði þar sem að lúpínan hefur verið að drepast. Við höfum séð það að getur verið mikill áramunur á henni. Ef hún fær mjög þurr sumur þá getur hún hreinlega að kofna niður. Við höfum dæmi það frá Hrunamannafrétti þar sem að Sigurður hefur fylgst mjög með henni og hún óx upp og hann kom hérna til mín eitt trausti og sagði að nú var hann ánað að lúpínan er að hörfa inn á Hrunamannafrétti þar sem hún var sett. Já, það hljómar vel. Svo kemur Sigurður til mín nokkrum árum höstum seinna. Heyrðu, hvað heldur? Hún er öll komin upp aftur. Og sennilega þá endurnýjar sig að fræforða, Sigurður getur nú sagt betur frá þessu, en hún rís örugglega og hnífur með úrkomu. Og á Norðurlandi þá er þetta orðið krítískt ástand, ef það eru mjög þurr sumur, þá held ég að þú getur mætt þessu sem að þú varst að lýsa á hann. Ég hef ekki trú á hann á skorti köfnunar. Já, Hjörður Guðnason heiti ég, þakka fyrir fróðlegt erindi og
mikilvægar rannsóknir. Ég þakka auðvitað Austurlandsins og þessu dæmi. Það er það svæði þar sem ég fylgdi svona mest með þessu frá ári til árs þegar ég fer þar og ég hef náttúrulega engar mælingar, engar kerfisbundnar gert, en ég hef ekki séð svona neinn dæmi þar sem ég þekki best til dæmis við þéttbýlisstaðina hörfun, en dreifingin er ógnarleg, altså útbreiðslan, og þetta varðar, þetta er svo tilfinnanlegt það sem menn tóku sér til og friðu kaupstaðarland, til dæmis Eskifirði, í Neskaupstað og víðar. Þar í staðinn fyrir að fá upp náttúrulega gróður af innlendum tegundum, þá tekur lúpína þarna yfir. Og hún er að fara yfir á friðursvæði, náttúrusvæði eins og Hólmanes, afskaplega leitt að sjá hann að leggja undir sig þar sem að jarðfræðin sem er nú mikilvæg á því svæði er í skuggan af henni. Þetta er nú bara fáin orðum svona það sem fyrir augum ber. En svo er það dreifingin með ám og lækjum. Hún er alveg rosaleg. Ég tek bara sem dæmi Grímsá og þetta Skriðdalinn og alveg niður í Lagarfljót. Það er alveg skemmilegt að sjá það. Alls staðar meðfram ánum eru komnar lúpínubrauðir og geysast fram. Takk fyrir. Það er bæta við þetta. Við erum að gefa út skýrslu núna næstu vikum útbreiðslu lúpínu eða kortlægning á lúpínu á öllu landinu. Og þar kemur meðal annars fram þetta sem þú varst að segja með hefur breiðst gríðarlega niður með ánum, meðal annars Grímsá og hérna Skriðdalinn og víðar. Það kemur bara í ljós. Ég sé næstur á bælandaskrá, ég heiti Björn. Fyrsta atriðið er bara sögulegt að 1957 þá bað Hákon Bjarnason mig að fara í Múlakotsreitin og dreifa lúpínunum um landið, sem ég gerði. Þannig að það var í fyrsta skipti sem hann fór úr þeim reit sem hann setti þegar hann kom frá Alaska. Og hitt atriðið er frá Alaska, sem var þar hluti fyrir og til þeim alla vegi sem hægt var að aka gegnum Pinali þjóðgarðinn og þetta allt. Og alls það var ég að gáða lúpínu. Og það var ekki fyrir að koma og fór að nálgast Anchorage aftur að þá sá ég 2 bletti þar sem var lúpína. Og annar var svona 20 kílómetra frá Anchorage. Ég grunum að Hákon hafi bara tekið hana þarna þetta veginn. Þakkaði fyrir Björn, það nú reyndar ekki rétt að hann hafi tekið það þar, hann lýsir því mjög vel hvar það var hann inn í Firði þar sem hann fór með skógarhagsmönnum, tók hann þar á svona malarkömbum í sjóinn þegar hann var að safna frægi. En það er alveg rétt, ég hef nú líka aðeins farið þarna Anchorage-svæðið og þar kring að haustlægi og ég sá nú nánast enga lúpínu, það eru náttúrulega allt önnur skilyrði, það er miklu fjölbreyttari gróður, það er væntanlega einhver sníkjudýr eitthvað sem vex á lúpínu sem við höfum ekki hérna og síðan eru þeir náttúrulega með hjarðir af dádýrum, það eru elgir og það eru villifé, það er margt sem vistkerfið er náttúrulega allt annað en við erum með hérna. En svona víðáttumiklar breiður eins og við hér, það sjáum við kannski helst til dæmis í Nýja-Sjálandi þar sem að rassellúpínu hefur verið dreift og aðstæður eru það er margt sem er líkt þar sem það er í nýjum heimkynnum og það er eiginlega ekkert sem að tempra það er líkt. Já, takk fyrir gott erindi. Erla Ben heiti ég. Ég er sammála Birni að hérna með lúpínunum í Alaska við ferðumst það skógræktarfélagi frá 2011 og ég fann eina til þess að taka mynda. En þú myndist ekkert á hérna aðgerði gegn lúpínu. Við erum búin að vera að slá lúpínu það til áratugum hérna með Vífilsstaðavatn og fleiri stöðum hérna í Garðabæ. Áhrifin á það að til dæmis ef hún er slegin snemmsumars að þá finnst grasi á legg.
En svo langar mér til að vita hvort að þið ætlið ekkert að fara að rannsaka þetta með útbreiðslu kerfilsins. Takk. Ja, ég vona það bara að fólk væri að beina sjónu meira að kerflinu en verið hefur og við erum búin að ráða hér kornunga og kröftuga vistfræðinga. Ég er alveg viss að þeir, ég hvet á allavega til að fara út í rannsóknir á kerfli. Við erum aðeins rannsaka lúpínu og kerfli þar sem við vaxa saman, en það er vissulega þörf á meiri rannsóknum á kerflinu og hans hegðun og útbreiðslu. Já, Sigurður Þórðarsson heiti ég. Ég er með smá reit hérna rétt við Staðavatni, þar sem er lúpína yfir allar reitin, það skógræktarreitur sem ég er með. Og ég fekk hann reit fyrir 30 árum og það var lítil lúpína, hún sótti svo yfir allar reitin og ég sé enga hörfun en ennþá nema þar sem að birki skógur eða þar sem ég hef plantað hefur þar hörfar hann undan myrkri birkis. Hafið þið eitthvað kannað hvernig hún hörfar undan í birkikerfi eða slíkt? Nei, hún fer nú reyndar inn í birkikerf, kerfið Lágasið og Gísið, en það er einn reitur hérna fyrir norðan, í Eyjafirðinum, Vaðlareiturinn, þar er birkið vaxið upp úr lúpínunni, þar er það skeikja á hana, en hún er svona hávaxin og rengluleg en ekki í horfinu. Ég vona á því þegar birkiskógurinn hækkar enn meir og þéttist og þá mun hún láta undan, full að trúa því. Já, hún þarf mikið ljós. Hérna, Bjarni Dýrik heiti ég, hérna, á Landbúnaðarháskólanum. Ég þakka nú kallinu fyrir að eigna strákinu svona mikið heiður á mælingunum, það var alls ekki þannig. En hérna, það er í margt sem er að gerast og ég tek alveg undir með Borgþór. Ég held að velja þessi elstu svæði. Þetta voru í rauninni elstu svæði sem til voru á 10. áratugnum þegar Borgþór og Sigurður hófuðu þessa, og 9. áratugnum þegar hófuðu þessa rannsóknir. Og ég held að það gefur svona megin myndir, en þessi megin niðurstaðan er að við erum alls ekki búin að sjá fyrir endan á þessari þróun og þessi þróun líka mjög mismunandi eftir aðstæður. Man kann samt að segja frá einu sem að kom í ljós við gosið í Eyjafjallajökli 2010. Eina elstu lúpínubreiðu sem við eyddum með slætti var undir Eyjafjöllunum og þar hafi ekki vaxið ein lúpínuplanta upp í 15 ár allavega. En við Eyjafjallajökulsgosið og alltaf öskufall sem þá var, þá byrjaði talsverð gróður og jarðvegseyðing að eiga sér stað þar í hlíðunum og þá leið og yfirborð graslendirisins rofnaði og mosaþekja minnkaði, þá sprakk lúpínunni aftur. Þannig að við eigum eftir að sjá nýja ferla koma inn, til dæmis svona þegar við stór drask og hún verður hérna til allra eilíðar af því að við erum með þarna langlífasta fræbóða sem við þekkjum á nokkri eldpunktum. Þannig að ég held að það sé landnýtingin sem Borgþór nefnir sem er lykillinn að því ef við erum að hafa ykkur að stjórna það og það er beiting. Já, Pétur veit ég. Mér langar að spyrja trjágróður sem vex upp í gegnum lúpínubreiðurnar, hérna með Kaldbaksveginn til að mynda, á Holtanum sem voru lífstöðumelar þegar lúpína fóru yfir þá. Það er að koma upp bæði víðir og reyniveiður og birki og berjarunnar. Ég hef ekki séð neitt af sígrænum trjám koma þar upp, en víðir er mjög duglegur. Hefur þetta bíðað eftir að lúpína koma yfir eða voru þetta fræði fyrir í kerfinu? Það er ekki svo sem gott að segja, en við höfum samt til dæmis á þessu svæði sem við höfum vorum að mæla, þá sjáum við að reyniviður, hann ábyggilega kemst upp úr lúpínubreiðum, til dæmis á Norðausturlandi að fræ og vexu, en víða það sem vorum að mæla voru skógarreitir við hliðina á lúpínubreið. Og hérna sunnanlands, þá sáum við
fá dæmi þess að birki væri að vaxa upp í þessum breiðum. Þannig að það eru allt og þéttar til þess að birkifræ nái að birki þar opið land, þar sem þeir að sá sér út. En hins vegar á Norðurlandi, þá sáum við meira það að birki kæmi inn og var að vaxa upp í lúpínu breiðum. Þannig ef það eru gistnar, þurrum svæðum, þá gengur þetta áhugaðanlega. En víðir auðvitað og margt af þessum trjátegundum þessu hefur verið haldið meira beit og það þarf ekki lúpínu, það þarf náttúrulega að draga úr beit eða friða land til að trjágróðurinn komi aftur og fara að vaxa upp. Þannig að lúpínan að mínum að er ekki lykillinn að því að fá skóg í landið en það sem menn eru að vinna á skógræktarsvæðum og rýru landið auðvitað fáið mikla ábyrgð að gefa lúpínum og geta nýtt hana þannig eins og skógræktarmenn hafa nú lagt því. En þetta er svona, svarið við þessu. Tíminn okkar er að renna út en ef einhver vil koma í loka spurningu þá er það í boði. Örstuðum kerfin sem að er náttúrulega núna í boði lúpínunnar, hann er áburðarkræfplanta og ekki nema það sem er góður áburður. Ég fór á Mókisá og skoðaði kerfin því það var séðan í Hlíðan og það sem að ég ætla bara að gefa ungum mennunum smá nesti að ég leitaði að svæði það sem veri bara kerfill og ekki lúpína og fann það ekki. Ég held að alveg örugglega væri þannig eftir að hafa horft á þetta veginum. En allstað það sem var kerfill, það var lúpína líka inn á milli. Það kom vel saman. Þetta er ábyggilega misjast eftir aðstæðum líka hvað kerfillin verður öflugur og innráður. Þetta hefur ekki verið skoðað neitt neinu gagni. Ein örstuð til loka. Loftgerði heiti ég og starfa á Náttúrufræðistofnun. Mér langar að spyrja þig bara hver er reynslan af því að slá hana? Hvernig gerir það að ráði? Ef að fólk vill breyta blóðfærnum og slá lúpínu, hver er reynslan af því sem þetta lengur tíma? Við gerðum nú aðeins rannsóknir á þessu á Rala í gamla daga. Slóum hana frá því fyrir hluta júní á hálfsmánaða fresti og fram í ágúst. Þá kom í ljós að hún er slegin snemmsumars. Slóum hann alveg niður við bara svörð. Ef við sláum snemmsumars þá nær hún að vaxa upp aftur vegna þess að væntanlega hún er ennþá með rótarforða og hún hefur náttúrulega vaxtar tímabil til að jafna sig. Ef við sláum hana svona mjósmur svo fram í júlíbyrjun þá drefst mikið hluti af plöntunum. Við teljum að það sé vegna þess að það eru búnir að tæma forðan og rótunum og ekki byrjuðar að byggja þess að ráðið aftur. Ef við sláum í ágúst þá gerir það þeim lítið. Það vaxa upp sumarið eftir. Þannig að þessi gluggi á sumarið, það er það sem hægt er að koma því við að slá lúpínu, þá er það rétti tími til að gera. Og hún lætur undan ef þetta er gert ár eftir ár og þú fær grasvört annan gróður í staðinu. Þetta er náttúrulega fyrirharna samt og þarf miklu elju til og úthald.